Hér erum við komið með Hyundai i10. Þessi bíll, hann var valinn í fyrsta sæti af topp 10 sem borgarbíll ársins í Evrópu 2020. Þessi litli sniðugi bíll er rosalega fallegur. Hann hefur hækkað aðeins frá því síðast. Sem sagt forverinn var með örlítið lægri línu. Hann er komið með sérst hærri þaklínu og hann er til í 3 útgáfum. Hann er til í klassík útgáfu, hann er til í komfort og svo stæl. Og hann er hægt að fá með 2 vélarstæðum, 1 lítra vél 3 silindra og 1,2 lítra 3 silindra vél líka. Þetta er glæsilegur bíll og rosalega gott að keyra. Þessi nýji Hyundai i10, hann er fáanlegur í 22 lítarsamsetningum. Þannig að þú getur valið bílinn alveg nákvæmlega eins og þú vilt. Og það sem meira er, þú getur líka valið mismunandi lit á innréttingu og sætum og sætaáklæði. Nú, bíllinn hérna, hann er bara með þokkalegu skottplási miðað við hvað þetta er lítill bíll eða í þessum stærðarflokki. Við erum með 252 lítra skott hérna. Það eru svona hangar hérna sem hægt er að festa hérna farangurinn við. Nú það er 40-60 skipting á sætun, mjög auðvelt að leggja niður og þá setur hausbúan alveg niður og þá fer sætið alveg niður og myndar hérna alveg þrælgott pláss. Já, þrælgott pláss hérna aftur í þessum litla bíl. Hann er ekkert lítill, hann er mikið stærri þegar maður sest inn í hann heldur þegar þú horfir á hann utanfrá. Sætin eru rosalega þægileg og þau halda alveg ágætlega við hérna og höfuðplássið hérna aftur í er alveg meiri en nóg fyrir mann sem er 1,87 á hæð. Hyundai i10 er með alveg frábæru fótaplássi hérna frammi. Það fer rosalega vel í framsætunum. Þessi sæti finnst mér vera bylting hjá Hyundai. Þau halda mjög vel að hérna undir lærin og svo er bakið líka ákaflega stíft og þægilegt. Ég get hækkað sætið upp þannig að ég sit mun hærra í bílnum. Þess að sjónhæðin verður miklu hærri og þægilegri með tilliti til að stýra bílnum. Nú hérna get ég hækkað og lækkað stýrið að vild. Ég get opnað bensínlokið innan frá og það er allt hérna við hendina. Þessi lína finnst mér mjög flott hérna. Við erum að tala að mælaborðið og skjárinn hérna hangir svolítið saman. Þetta er mjög smart hönnun. Það er virkilega smart bíl. Þennan bíl getur fengið frá 2.350.000 og alveg upp í rétt tæpar 3 milljónir. Þá er hann líka orðinn virkilega flottur, töffara bíl með 16 álfölgum. Hún getur valið 2 lita bodyið, annan á toppinn og annan að neðan. Þannig að þú getur gert hann algjörlega að þínum.